Já, góðan daginn og velkominir. Ég er að fara að setja mína fyrstu flugu á netið. Það sem ég kalla hana Didda M, sker eftir ömmu minni. Þannig að mjög fín fluga myndi ég segja sko. Ég fekk tvær bleikjur og þannig að misti einn urriða að ég var á Meðalfellsvatni. Og hún er mjög flott. Og það sem við erum að fara að nota er hérna önglastarf nr. 14 og svartan tvinna og svona einhvern veginn svona kork eins og við sjáum hérna til að láta hana meira fljóta. Og svo erum við að fara að nota þessa fann ég nú bara úti og mjög flott fjöður sko. Og gerir flott í vatninu og ég tel þetta alveg nokkuð gott en þannig að ég veit ekki hvað hinir sem eru að horfa að segja þetta en mér finnst þetta mjög skemmtilegt að nýta og mjög gaman að nýta þurrflugur og alls konar flugur. Ég nýti voða mikið og fekk þetta svona í hendunar á afa mínum, Björgvini. Og á ég ekki bara að sýna ykkur hvernig maður á að gera það? Já, ég glemdi vist að kynna mig að hann en nafnið er Ómar Smári Óttarsson og ég er 14 ára gamall og hef verið held ég í þessu í 2 ár. Og eins og að sjá hér að hvað ég er búinn að gera þá er ég búinn að setja korkinn eða það sem ég kalla, búinn að setja hérna yfir og hnýta yfir og við höldum bara búkinum svörtum allan tíman og nú er ég að fara að gera þetta aftur og gera búkinn svartan og þetta er með mjófluga. Ég hef alveg gaman að þessu sko. Ég megi kannski lægja en ég er ekkert jafn fljótur og allir þessi snillingar hana. En eins og þið sjáu hér þá komið alveg nokkuð mikið svart. Byrja að nýta hérna, klippa hérna af. Höfum svona lítinn enda hana. Og svo tek ég svona fjöður, klippi smá af því. Við viljum ekki hafa þetta of stórt. En eins og ég sagði áðan, ég veit á þessa í Meðalfellsvatni. Hann frændi minn hérna var endalast að veiða á Griffiths-knatt og blekknatt. Þeir voru að veiða hann á þurrflugu og ég prufaði bara þessa og veitti hann á 2 fiska á misteinn. Byrjaði bara að fara svona vandlega, kemur ekkert svaka vel út í fyrstu en þetta, trúið mér, þetta kemur vel út og er góð fluga. Og svo snýrtu hana bara þegar við erum búnir. Málið er að það er alveg gott að eiga þessa flugu í boxinu. Því að ég hef húkkað í fisk á hana áður. Ég veit ekki alveg hvernig ég fór á því en ég húkkaði allan í fiskinn og það held ég bara að segja mér að hún virkar bæði á yfirborðinu og þegar hún sekkur.
Svo klippum við bara hérna endan. Svo nýtum hérna. Svo tökum við fjöruna sem ég sagði ykkur áðan, sem ég fann úti, en þetta fín fjöður sko, en ég klippti hérna bara endanum að henni og ég setur það rétt svona hérna á toppinn. Og sjáðu, það var hún bara tilbúin. Við getum bara að fara að nýta núna fest endan, sem kallast. Ég tek alltaf svona, þreiði alltaf einn bitan og setja alltaf svona niður, bara laust. Og það gengur alltaf hjá mér. Og þessar flugur sem ég gerir virka alveg sko. Það er ekkert eins og þetta drass sem maður keypti út í búðinni. Ég hef nýtt svona mest eftir flugum, en nú er ég rétt svo byrjaður að nýta mínar eigin flugur og það er alveg gengið. Ég nýtti hérna stringflugu sem ég skeri bleiki partusinn eða Pink Panther og ég nota bara venjulegt naglalakk. Set svona pínu á endan og svo rétt svona slettu undir. Þá erum við komið með hana hérna. Þetta er málið með hana, kallið minn. Ja. En ég geti kannski hlegið dálítið, en nú sting ég svona í gatið svo festist ekki þegar ég er að setja ginni í gegn út af lakkinu sko. Svo gott aðeins að fara yfir búkinn, en ekkert mikið, bara rétt svo svona. En hérna erum við komið að hana. Dittu meðalfessan. Eða dittu enn. Kannski setja ég eitthvað meira inn á, en það er bara spurning hvernig þið